Pilturinn nú staddur ásamt systur sinni á langþráðri ungmennafélagsskemmtun sem hefst á hlutaveltu, tombólu. Hann hittir þar brátt Sigrúnu Maríu og gefur sig á tal við hana fyrir utan skólahúsið, þar sem samkoman haldin. En hún sýnir honum hálfgildings tómlæti í fyrstu. Nú pilturinn kominn inn úr dyrunum og kaupir miða á tombólunni. 3 handa mér, sagði hann, og 3 handa systur minni. Borgaðu, sagði gjaldkerinn. Hann gleymdi að hrista budduna og tíndi peningana varlega upp úr henni, en sneri tvínast til dyra og ætlaði að ganga út. Hvað þetta, maður? Rópaði gjaldkerinn. Þú átt eftir að draga. Hann rankaði við sér og sagðist það vera að gá að kunningja sínum sem hann þyrfti nauðsynlega að hitta. Það væri hann Siggi á Hæðarenda. Já, dragðu, skipaði gjaldkerinn. Hann lét sem ekkert væri, stakk hendinni ofan í kassan, dró 3 samanbrotna pappírsmiða og kreisti þá í lófanum, meðan systir hans freistaði gæfunnar og valdi aðra 3 úr merðinni, þögul og alvarleg, því að hún hafði einsett sér að draga annarkvort lamb eða prímus. Síðan þokuðu þau fyrir öðrum tombólugestum og flettu sundur miðunum sínum. Æ, hamingjan hafði gleymt þeim. Þau höfðu bæði dregið inn tóm 0, nema hvað pilturinn fékk töluna 8 og systir hans 20. Hvað merktu þessar tölur? Ritari ungmennafélagsins leit á miðana og afhendi þeim eldspýtustokk og tannstöngul. Gerið þið svo vel, sagði hann brosandi. Það betra að fá eldspýtur og tannstöngul heldur en ekkert. Systir hans varð niðurlút og hnuggin. Hún hafði gert sér vonur að hún fengi einhvern gagnlegan hlut, að minnstakosti lampaglas eða emaleraða þvottaskál. Hún hafði ekkert að gera við þennan eldspýtustokk. Það var nóg af eldspýtum heima. En ef til vill yrði hún heppnari ef hún reyndi aftur. Hún átti peninga, hún gat borga fyrir sig sjálf. Ætlar þú ekki að reyna aftur, sagði hún við bróður sinn. Ekki strax, svaraði hann og gekk út í sólskinið. Það var byrjað að selja kaffi í veitingatjöldunum og ilminn lagði á móti honum þegar hann svipaðist eftir Sigrúnu Maríu. Hvert hafði hún farið? Hann leitaði hennar allstaðar í kringum skólahúsið, gægðist inn í tjöldin, reikaði milli hópan á flötunni og heyrði sífellt vonglaðan lúðraþýt í brjósti sér. Hann hlyti að finna hana áður en langtum liði. Ef til vill hafði hann farið inn í bæinn á Grund til þess að heilsa upp á gömlu konuna. Ef til vill hafði hann rekist á einhverjar vinkonur sínar, til dæmis heimasæturnar á Gili, og dregið sig út úr glaumnum, gengið suður á Velli eða brugðið sér vestur í skógarkjarrið, þar sem miðaftans geislar dönsuðu í laufinu. Hann sá einmitt stúlkur á ferli milli runnanna og flýtti sér út fyrir girðinguna, gekk inn í kjarrið með tannstöngulinn í hendinni og mætti vonbráðara 2 fermingarsystrum sínum. Þær brostu við honum, sögðust varla þekkja hann aftur. Hann væri orðinn slíkur risi og spurðu glaðlega hvert hann væri að fara. Hann var að leita að kunningja sínum sem hann þurfti nauðsynlega að hitta. Það var hann Siggi á Hæðarenda. Við sáum hann áðan, heima hjá skólahúsinu, sögðu þær. Já, sagði pilturinn, svo fór hann út í skó. Það skrítið að við skildum ekki sjá honum bregða fyrir, sögðu þær hvor við aðra og fytluðu við rauðu lindana sem þær höfðu hnýtt hárið. Hvað ertu með í hendinni? Bara tannstöngul, svaraði hann. Tannstöngul? Hvað ertu að gera við tannstöngul? Ég dró hann á tombólunni. Og fékkstu ekkert annað? Nei, sagði hann og hraðaði sér frá þeim, svo að hann þyrfti ekki að svara fleiri spurningum,
hélt lengra inn í kjarrið og fleygði tannstönglinum ofan í gjótu. Það var logn og hiti. Hann eigraði milli runna, hringsólað lautir og bungur með grávíðislauf í munninum, en sá ekki annað en þresti og spóa, suðandi randaflugur, glitrandi kóngulóarvifi og lítil fiðrildi sem flugu aðeins stuttan spöl í einu og biðu eftir dögginni. Smám saman dvínaði háreistinn frá skólahúsinu, kyrrð og friðsæld rotnaði í kringum hann. Geislarnir streymdu mjúklega laufið í skáhöllum kvíslum og iljuðu börkin. Hann settist á þúfu í deild milli runna og tætti sundur pundstrá, hljóður og hugsi. Hvað mundi hann gera ef hún kæmi skyndilega til hans í ljósu blússunni sinni og teinóttapilsinu? Hvað mundi hann segja ef hún settist við hlið hans á þúfuna og spyrði hvort hann væri búinn að gleyma spilastjörnunni sem hún lagði fyrir hann í vetur? Guð minn góður, hann mátti ekki stama í kvöld, mátti ekki svitna í kollvikunum og haga sér eins og fárálingur. Skelfingar klaufi hafði hann verið að biðja hann ekki að tala við sig einslega þegar hann hitti hana áðan hjá skólahúsinu. Hún hefði áreiðanlega hvíslað: Já, við skulum fara út í skó. Síðan hefðu þau trúlofast hérna í deildinni. 9. kafli. Sólin ógaði lengra til vesturs og stráði gulli í heiðríkjuna. Sigrún María kom út úr kennslustofunni, brá hendi fyrir auga og skyngdist suður á veginn. Hann flýtti sér til hennar og ræsti sig. Nú, þú ert þarna, sagði hún. Já, sagði hann. Hvað dróstu á tombólunni? Bara 0. Já, hérna, fyrr máttu nú vera óheppnin. Hafði hann ekki dregið neinn almennilegan hlut? Jú, tannstöngul. Tannstöngul? Það kallaði hún ekki almennilegan hlut. Hún hafði dregið lamb. Það var gott. Og frænka hennar á Gili hafði fengið prímusinn, en gefið hann strax aftur, því að hún átti bæði prímus og olíuvél. Jæja, sagði pilturinn og leit í kringum sig til þess að ganga úr skuggum hvort nokkur væri að hlusta á tal þeirra. Kannski þú viljir drekka með mér kaffi? Bráðum verður farið að dansa, sagði Sigrún María og horfði enn suður á veginn. Palli frá Bala er kominn. Síðan strauk hún dökka lokkana frá eyrunum og varð einkennilega tómlát á svip. Kaffi? Nei, þakkaði fyrir, sagði hún annars hugar og dró seiminn. Ég hef ekki lyst á því núna. Ég var enda við að drekka með henni frænku minni. Þú ættir heldur að bjóða systur þinni upp á kaffi. Hún stendur þarna hjá tjöldunum. Kannski þú hafi lyst á því seinna, spurði hann. Ég veit ekki, sagði hún. Jú, það getur vel verið. Í sömu svifum kallaði einhver til hans. Það var ung stúlka með þykkar fléttur og rauðan linda í hárinu. Hún sagðist hafa fundið Sigga á Hæðarenda. Hér var hann kominn. Allt fór út þúfur. Hann varð að yfirgefa Sigrúnu Maríu án þess að geta minnst á gönguferð út í skóginn. Hvers vegna í óskopunum hafði hann þóst vera að leita að Sigga á Hæðarenda, þessum klunnalega, ófríða og naumelta pilti sem kjagaði eins og gamalmenni og velti vöngum. Hann gerði sér upp erindi, hlustaði leiðslu á svarið, jánkaði og neitaði til skiptis og ætlaði því næst að ganga á brott, en Siggi á Hæðarenda fylgdi honum eftir og talaði án afláts hugðarefni sín, kindur og lömb, hesta og nautgripi, slæjurnar heima og tófugrenið sem fannst í vor norður í heiði. Þú hefur ekki séð jarpa fólan minn þennan 5 vetra, sagði hann að lokum og ók sér af hrifningu. Pabbi tamdi hann daginn. Pilturinn hristi höfuðið.
Hann er hérna í hestaréttinni, sagði Siggi á Heiðarenda og benti framundan sér. Þú mátt fá þig svolítinn sprett á honum núna ef þú vilt. Það verður farið að dansa bráðum. Já, komdu samt, við verðum önga stund, sagði Siggi á Heiðarenda og hélt áfram að lýsa Jarpa fólanum sínum og mikla kosti hans, pilturinn gafst upp og skundaði með honum niður að réttinni. Þegar þeir komu aftur, dunaði dansinn í skólahúsinu. Palli frá Bala stóð upp á kassa innst í stofunni og lék hvert lagið á fætur öðru á nýju harmonikkuna, hallaði sér ýmist til hægri eða vinstri, hnykkti til höfðinu í samræmi við hljóðfallið og lokaði jafnvel augunum að gamni sínu, svo að öllum mætti vera ljóst að hann gæti leikið blindandi ef hann vildi. Það var eins og hann væri orðinn seiðkarl sem stjórnaði dansfólkinu með annarlegum brögðum. Hann lét það hoppa og hringsnúast, lét það ganga aftur á bak og áfram, stíga hliðarspor, vagga sér og slá saman fótum. Allir hlýddu, allir lutu galdri harmonikkunar og reyndu að fylgjast með hljóðfallinu, nema Mangi lausamaður, rauðskeggjaður svengkarl á 50-aldri, sem dansaði án afláts einhvers konar ræl, bollskrokkaðist gólfið með hrettar stúlkur í fanginu og sveiflaði þeim í vofiflega hringi, en tók síðan í nefið þegar Palli frá Bala hvíldi sig, þurrkaði svitann af enninu og sagði hlæjandi: Nú gengur það skond, piltar. Rykið iðaði í gulrauðum sólargeisla sem féll eins og strengur inn vesturgluggann. Kennslustofan nötraði af dansi og hljómum, en tíminn leið. Tíminn flaug burt á ósýnilegum vengjum og skeytti ekkert þá sem sátt út í horni og biðu. Bráðum mundi gulrauði sólargeislinn í rúðunni slokna og bláljós hula sveipast jörðina. Það yrði ilmur í kjarrinu, fiðrild á sveimi, mjúkur gljái á laufi og jurtum. Síðan hyrfi roðinn yfir fjöllunum, allt yrði kyrrt og drúpandi. Nóttin kæmi, andaði svala á grasið og líki saman krónum blómanna. Sólmánaðanótt kæmi, heiðskýr og þögul, nótt draumsins og ástarinnar, tær eins og lind milli kletta. Og enn dansaði Sigrún María. Hann kreisti húfuna sína, ferði sig að glugganum og leit snöggvast vestur í skóginn. Það gæti naumast verið mikill vandi að hreyfa fæturna svona og hinsegin, snúa sér í hring, ganga fyrst áfram, þvínast aftur á bak, stíga á ská og sveifla sér í nýjan hring. Hann yrði varla hjákátlegri en Mangi lausamaður, sem brunaði fram hjá honum í þessum svifum með systur hans í fanginu, opin eiga og föla af svima. Hvers vegna reyndi hann ekki að dansa? Sólin var aðeins 2 eða 3 faðmslengdir frá heiðarbrúninni. Hún mundi hníga til viðar eftir skamma stund og hrífa á brott með sér þennan langþráða dag. Ef hann sæti kýr hérna á bekknum og héldi áfram að kvíða og örvenda, mundi ekkert gerast. En ef hann dansaði við Sigrúnu Maríu, gæti hann áreiðanlega sætt lagi að hvísla að henni fáeinum orðum og biðja hann að tala við sig áríðandi málefni vestur í kjarrinu. Hann mundi taka utan hana eins og þegar hann reiddi hann yfir ána, þrýsta hönd hennar, horfast í augu við hana og segja í hálfum hljóðum: Ég er með bréf til þín í vasanum. Það eru kvæði. Harmonikkan þagnaði, Palli frá Bala hvíldi sig, dansfólkið settist á bekkina meðfram veggjónum og rykið kyrrðist smám saman í geislastrengnum sem féll inn vesturgluggann. Nú gengur það skond, sagði Mangi lausamaður og hristi baukinn, en síðan var hljótt stund. Palli frá Bala fór sér að öngu óðslega, sveiflaði hvítum vasaklút, þurrkaði svitadrópana af andlitinu og hálsinum,
fitlaði við leðurgjörðina á harmonikkunni og blístraði lágt eins og hann væri að rifja upp fyrir sér nýja lagboða. Síðan gaf hann í skyn með nokkrum meistaralegum reskingum að hvíldin væri senn á enda. Pilturinn stóð á fætur. Hann titraði ofurlítið í hnjáliðunum og fann blóðið þjóta fram í vangana, hikaði við og var að því kominn að setjast aftur á bekkinn eða flýja út dyrnar, en gekk því næst yfir gólfið, gekk eins og í leiðslu til Sigrúnar Maríu og drúpti höfði. Viltu dansa við mig næsta dans? Spurði hann. Við þig? Sagði hún undrandi og leit ósjálfrátt á pokabuxurnar hans. Hefurðu nokkurn tíma dansað áður? Nei, það hafði hann aldrei gert. Kanntu þá ekkert að dansa? Ekki beinlínis, svaraði hann vandræðalega og reyndi að stilla skjálftann í röddinni, en hann yrði kannski fljótur að læra. Sigrún María yppti öxlum og þagði. Hún ókyrrðist á bekknum, þreifaði á silfurnælunni í hálsmálinu, strauk teinótta pilsið og hafði ekki augun af pokabuxunum hans. Hann sá að fólk var farið að horfa á þau og leggja við hlustirnar, en stóð eins og neldur við gólfið og beið. Ég skal dansa við þig einhvern tíma seinna í kvöld. Ég ætla að hvíla mig núna. Ég er orðin svo þreytt, sagði hún að lokum og tannaði örina. Af hverju dansarðu ekki við hana systur þína? Hún stendur þarna út í horni. Í sama vetfangi steig Palli frá bala upp á kassan og dró sundur harmonikkuna. Kennslustofan fylltist af hljómum. 2 utansveitarmenn hneigðu sig fyrir Sigrúnu Maríu og létu sem þeir sæi ekki piltinn. En Sigrún María hristi höfuðið og vildi ekki dansa. Hún væri orðin þreytt, hún þyrfti að hvíla sig dálitla stund. Síðan stóð hún á fætur og gekk út í kvöldskynið. Hann náði í húfuna sína og fór í humátt á eftir henni. Hún brá hendi fyrir auga, stingdist lengi fram á veginn, fram í sveitina, en svipur hennar dofnaði smám saman og axlirnar slökknuðu. Hann færði sig nær henni og spurði varlega hvort hún hefði lyst á kaffi. Nei, sagði hún og varp öndinni, ég hef enga lyst á kaffi. Ertu lasin? Mér er pínulítið illt í haustnum, sagði hún og greip ennið. Maður er líka sálast úr leiðindum. Ha, stamaði hann undrandi, leiðist þér? Uss, já, sagði hún. Það er ekkert varið í að dansa við þessa stráka. Þeir eru stirðir eins og beljur. Hann stóð þögull við hlið hennar, bögglaði húfuna sína milli handana og vissi ekki hvort hún hafði einnig fellt þennan dóm yfir honum. Kvöldskeni lék vanga henni og fyllti óstina af gulli, smó inn í silfurnæluna í víðu hálsmálinu og glampaði á svörtum hnöppunum framan á blússunni. Hún hætti að stara fram í sveitina, leit í vestur og spurði skyndilega, hvað er klukkan? Ég veit það ekki, svaraði hann. Ætli hún sé ekki hátt gengin 11. Átt ekki úr? Nei. Hvað er að heyra þetta, drengur? Sagði hún. Ég hélt þú ættir úr, fullorðinn maðurinn. Hann þorði ekki að líta upp og blygðaði sín fyrir fátæktina, en Sigrún María sló út í aðra sálma og bar kvíðboga fyrir því að ungmennafélagið myndi tapa á skemmtuninni þeirra aðna. Það kæmi svo fáir, sagði hún, miklu færri en í fyrra. Og vegamennirnir, hélt hún áfram, hvers vegna létu þeir ekki sjá sig? Ungmennafélagið hefði sannarlega átt skilið að græða á þeim nokkrar krónur. Vegamennirnir fóru heim til sín í gær. Þeir fara alltaf heim til sín á laugardögum. Ég
Held þeir hefðu geta komið hingað upp eftir í kvöld, sagði hún, og ungmennafélagið hefði átt að láta þá borga 3 krónur fyrir merkið. Þeir hafa peninga eins og sand, þessi náungar. Henni varð enn litið vestur í kjarrið, þar sem geislarnir féll í strengjum yfir skuggana í lautunum, mjúka og græna. Svipur hennar varð aftur hlýr og kátur. Spékopparnir dýpkuð í vöngunum, brýnnar lyftust, gullið titraði í óstinni.